Þessar teygjareglurnar í þessu og regluverðið verður bara að tala við mig eftir tónleikana bara, ef þeir eru eitthvað ósátt við það. En 1982 þá kemur maður úr Dungunum, Guðmundur Bjarnar Sigurðsson, fyrstibassi. Og hann er búinn að vera með okkur hérna í 41 ár. Guðmundur, ef þú myndi vera stíða hérna fram. Þið sjáu það er mjög eðlilegt, hann hefði átt að fá þetta í fyrra, en það er mjög eðlilegt að menn hafi ekki trúa því að hann væri búinn að vera 40 ár. Þetta er náttúrulega mjög unglegur maður. Takk frændi minn, þetta er frændi minn sko. Engin á þessu. Takk fyrir. Já. Við ætlum að halda áfram. 1985 kemur maður úr Flóanum í fyrsta tenor. Hann er búinn að standa hérna fremstu röð alla tíð síðan. 38 ár, þetta er 38. tónleika sem hann er að ljúka. Þetta er eiginlega svo maður sem er með æfingar, tónleika, jarðarfarir. Hann er með 100% mætingu, það er bara þannig. Gunnar Þórðarsson, stíðu fram. Áframhaldum við. Árið 1990 kemur maður úr Dungunum og það er eiginlega myndi að telja allt kvöldið þar sem hann hefur gert fyrir þennan kór. En þetta er hann Eyvindur Þórðarsson í fyrsta bassa. Þórarinsson fyrirgefðu, þið ættu nú að vita þetta. Hann var formaður kórsins í 6 ár. Ég ætla að fara bara svona hratt yfir það sem hann hefur gert. Hann var mjög framarlega kaup á húsinu okkar, núverandi húsi. Hann hefur síðan verið, held ég, bara formaður húsnefndar. Tekið við bókunum og verið bara allt í húsinu. Hann hefur líka svona aðeins á bakvið séð skráningu. Þess vegna vitum við hvað þessi menn eru búin að starfa lengi. Það er eiginlega hann sem hefur bara svona dundað sig við það á kvöldið. Og ef okkur vantar einhvern á rútuna til að keyra okkur, þá er hann kominn í bílstjórasætið. Það er bara svoleiðis. Eyvindur, gott einu, takk fyrir. Þá tökum við okkur örstutt hlé, 10 mínútur kannski rúmar. Já, við opnum út. Já, ég veit það.
Þarna var hann, já. Ljóðneminn Frostrósir, Freymóður Jóhannesson samdi, Þóri Baldursson útsetti þetta lag fyrir okkur á sínu tíma. En þá komið að sérstöku lagi, eins og fram hefur komið, Karlakór Selfoss 60 ára á þessu ári og við fengum afmælisgjöf. Það var einn af vinum kórsins, undirleikari tíma hjá okkur, Björgvin Þ. Valdimarsson, kom færandi hendi með lag sem hann kallar Sumarlandið og Björgvin fékk Kristján Hreinsson, Skerjafjarðarskáld, stundum kallaður það, til að semja textan við þetta lag og nú ætlum við að frumflytja lagið þitt Björgvin, gaman að hafa Björgvin og frú hérna með okkur og hlusta á þetta með okkur, Sumarlandið. Björgvin.
Takk fyrir þetta lag, kærlega. Viltu segja okkur í örfáum orðum frá því, hvernig dettur þið svona lagað í huga? Já. Það er okkur lag. Já, ég hann svona smá sagabók þetta, en ég fekk ekki hann Kristján Hreinsson þess að geta texta, heldur fann ég textan á netinu, eins og maður finnur svo margt í dag. Þannig að ég fann textan þar og fekk strax hugmynd, það kviknaði hugmynd við þetta lag. En þetta eitt af þessum lögum sem verða ekki til á no time. Eins og þegar ég samdi undir Danlar sól, ég samdi það á 3 mínútum. En þetta lag búið að þróast eiginlega með mér í allan vetur. Smátt og smótt. Og ég gerði það gamni mínu að telja, það er svo margir hljómar í þessu lagi, þeir eru 12 hljómandi hvorki minna. En í venjulegu lagi er svona 4 til 5, mestalagi 6 hljómar. Þannig að þetta er ansi skrautlega lag, en mjög vel flutt. Og ég var alveg hissa þegar Unnar hringdi í mig og bauð mér á þessa tónleika, vegna þess að ég kom með þetta lag til þeirra núna bara á tónleikunni hérna með Kattakonur daginn. Og já, þannig að ég var alveg hissa, þetta verði búin að læra þetta. Það er alltaf að tala að stelpurnar séu svo mikið fljótar að læra, en strákarnir eru búin að afsanna að við erum mikið fljótari. Já, aftur takk, Björgvin. Það er ekki slæmt að eiga svona vini í horni, ef svo má segja. En áfram með dagskrána okkar, það eru 11 lög hér í seinni hluta dagskrárinnar. Þey og Ró er næsta lag. Björgvin Guðmundsson gerði lagið, en Gestur er skrifaði fyrir textan. Ég veit ekkert hver sá maður er, þetta er eitthvað leyninafn, Gestur. Blómarósir, Jón Ásgeirsson og Helgi Sæm, stokkseyringurinn, gerði textan, og síðan Faðmlög og Freyðandi vín, erlent lag, en Bjarki Árnason, hann gerði íslenskan texta. Sem sagt, Þey og Ró, Blómarósir og Faðmlög og Freyðandi vín. Mandi leggja það garða og torguði fór. Fagnandi lauga það gosseitum morgunblað.
Já, þetta svona að hressast svolítið hjá okkur, má kannski segja. Næst komum við með 2 lög sem eru kannski hestalög eða þannig. Það annars vegar, þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Reyndar þetta ekki samið hest, heldur viskítegund sem var vinsæl hér á árum áður. Ég held þetta fáist ekki lengur í ríkinu, White Horse Whisky. Veit ekki þegar að gáða því. Og þar Davíð Stefánsson sem gerir textan við erlent lag, trúlega þýskt lag, og hitt hestalagið svo Vakri skjóni. Loftur S. Loftsson gerði það lag og Jón Þorláksson samdi textan, og ég selða ekki dýrar en mér var selta, en það sagði einhver við mig hér í kórnum að
þetta nafn, Vakristjóni, það var í nafn á japansku viskíi. Ég veit ekki, ég er ekki viss. En við ætlum að syngja líka Þrymskviðu og þar er Jón Ásgeirsson sem semur lagið, en textinn er úr Eddu kvæðum og segir frá því þegar Þór heimsótti jötnana með hamarinn og endur heimti eina ásinjuna sem þeir voru búinir að stela, þeir jötnar. Þú komst í hlaðið, Vakristjóni og Þrymskviða, hér næst. Þú komst í hlaðið á hvítum hesti, þú komst með vor í augum þér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og gaf þér hjartað í brjósti mér.
Þetta var sem sagt þrymskviða þegar frumu Guðinn Þór fór með hamarinn í Jötunheima. Næsta lag heitir Brimlending, magnaður texti Davíðs Stefánssonar við mjög flott lag Ástkels Jónssonar, Brimlending. Og þar strax á eftir Öræfa sín og þar aftur Loftur S. Loftsson, Loftur Ámundarsson, hvernig læt ég, sem semur lagið og textan, en Karl Billy útsetur. Brimlending og svo Öræfa sín. Frá
Já, góðir gestir, nú aðeins eitt lag eftir hér á prentaðri dagskrá. Það mun vera ítalskt eftir Puccini, Nessun Dorma. Með því lagi þökkum við ykkur kærlega fyrir komuna og sendum ykkur út í sumarið sem við vonum svo sannarlega að reynist okkur öllum heitt og notalegt með nóg af sól og hugguleg heitum. Takk fyrir komuna og lifið heil. Nessun Dorma hér.